Góðan daginn og velkomin á hana 5. stafræna morgun hjá stafræna hæfniklassanum. Í dag höfum við fengið til okkar góðan gest eða hana Lindu Lyngmo en hún er ráðgjafi hjá fyrirtækinu Júní. Mikið hefur rætt að fyrirtæki þurfa að hoppa stafræna vagnin að undanförnum mánuðum og árum, annars séu þau ekki samkeppnishæf, en minna hefur kannski verið farið í hvað það er raunin að gera og hver eru fyrstu skrefin. En Linda ætlar einmitt að ræða við okkur í dag hverju þarf að huga að áður að lagt er á stað í stafræna vegferð. Og það mun hún svara spurningum sem að brenna á okkur. Og gefa okkur líka hugmyndir hverja eru fyrstu skrefin þegar við leggjum á stað. En áður en ég hleypi Lindu þá langar mig að segja ykkur frá næsta stafræna morgni sem verður 27. apríl. En þá mun hann Egill Þorsteinsson, þróunarstjóri stafrænna lausna hjá Dominos, segja okkur frá þeirra stafrænu vegferð og hann mun líka svolítið fara í bara ávinningin af þessari vegferð og hvernig hefur gengið. En þá langar mig bara að bjóða hana Lindu hjartalega velkomna og Linda, gjörðu svo vel. Já, góðan daginn. Ég myndi segja óbærslega gaman að sjá okkur en ég sé ykkur ekki, þannig ég myndi mig bara að þið séuð brosandi hérna bak við kameruna. En eins og var sagt, þá heiti ég Linda og starfa hjá Júní. En Júní er stafrænt þjónustufyrirtæki með sterka framtíðarsýn og við ráðleggjum viðskiptavinum okkar framkvæmd á stafrænum lausnum og komum þeim í réttan farveg. En hvað snýst stafræn vegferð? Hún snýst meðal annars að taka réttu ákvarðanir og fara í réttu verkefnin á réttum tíma og mér langar kannski aðeins bara í þessum fyrirlestri að fara yfir það hvernig við getum tryggt það að við gerum það. En ég trúi því að stafræn umbreyting sé þessu virði og við höfum alveg fengið spurninguna það? En hvað er stafræn umbreyting? Og hún er í rauninni samþetting á stafrænni tækni á allri starfsemi fyrirtækisins. Þetta er svolítið stór setning, ekki auðvelt að skilja hvað þetta felur í sér, en ég held samt sem áður að sama hversu stór eða lítil fyrirtækin eru, það er alltaf hollt aðeins að líta inn á við og skoða og meta hvort að fyrirtæki þitt geti gert hlutina einhvern veginn öðruvísi eða jafnvel betri með því að nýta tæknina sem er til staðar. Stafræn umbreyting er meira heldur en tískubóla, þetta er meira heldur en einhver samskiptaleið og þetta er meira en vara og þetta er meira en tímabundin lausn. Þessi umbreyting er komin til að vera og því fyrr sem við áttum okkur á því betra fyrir fyrirtækið. Ég ætla aðeins 5 ástæður þess hvers vegna stafræn umbreyting er nauðsynleg fyrir áframhaldandi vöxt fyrirtækja. Þetta er örugglega ekkert nýtt fyrir ykkur en ég segi aldrei er góð vísa og oft kveðin og með því að fara í svona umbreytingaverkefni þá skapast tækifæri til að besta rekstrarkostnað, optimization. Þetta eykur skilvirkni og bætir framleiðslu og birgðastýringu. Það segir sig alveg segir sig sjálft að með því að fara í svona umbreytingu að þá náum við og oftast snýst þetta það að bæta þjónustu fyrir viðskiptavini. Og svo kannski síðasti punktur sem skiptir mestu máli, það er þessi aukin samkeppnishæfni. Því að núna lifum við fyrirtæki sem á Íslandi í dag ekki lengur bara að keppa við innlenda aðila. Nú bara markaðurinn breyst alveg gríðarlega mikið og kröfurnar hjá okkar viðskiptavinum hafa breyst. Nú erum við bara í alþjóðlegri samkeppni og hvort sem okkur finnst það sanngjarnt eða ekki, þá eru bara viðskiptavinur okkar að miða okkar lausnir og okkar þjónustur við fyrirtæki bara sem eru með starfsemi út allan heim. Þannig að þegar það kemur að því að bjóða góða þjónustu eða jafnvel færa einhverja ferlaða lausnir og stafrænt form, þá er viðskiptavinurinn okkar að bera okkur saman við bara risastóra aðila út í heimi. Gott að hafa það bak við eyrað. En síðan sá ég rannsókn, Dell er að meta þetta heitir Digital Transformation Index, það sem er verið að kanna hvar fyrirtæki eru stött á stafrænu vegferð. Og samkvæmt þeirra rannsókn þá hafa 8 af hverju 10 fyrirtækjum flýttu sinni stafrænu umbreytingu árið 2020 í ljósi breyttra markaðsaðstæðna.
og auðvitað þetta náttúrulega alþjóðlegt en við sjáum samt þessa þróun líka hérna heima á Íslandi og bæði hafa fyrirtæki nýtt sér markaðsaðstæður til að bara flýta sinni þróun en svo kannski hafði líka átt að segja á því að samkeppnisaðilinn er farin að gera eitthvað öðruvísi og eitthvað nýtt og þörfin er komin vissulega núna til að hefja sína vegferð ef fyrirtæki er ekki nú þegar farin af stað. En þá kannski komum við að svona viðfangsefni fyrirlestrarsins er að hvar á ég að byrja. Þegar fyrirtæki leita til okkar og langar að hefja sinni stafrænu vegferð, þá opnar það vissulega á marga möguleika. Það vakna oft stóra spurningar og við hvetjum fyrirtæki oft bara aðeins til að staldra við og svona aðeins að fara í ákveðna grunnvinnu áður en að farið að hlaupa af stað. Við höfum líka fengið fyrirtæki og við sjáum það alveg að fyrirtæki svona upplifa það að þau séu að missa af lestinni ef svo má segja og vilja bara henda sér af stað. En það skiptir óbúslega miklu máli að vita, eins og ég sagði áðan, taka réttu skrefun réttum tíma, vita í hvað verkefni á að ráðast fyrst. Og skiptir rauninni ekki máli hvers eðlis verkefnin eru, það þarf alltaf að fara í gegnum svona ákveðin fasa eða ákveðin skref til áður en verkefni er valið afsakið. Og við viljum meina að skiptir máli að hver stefna fyrirtækis hver markmiðin eru sem fyrirtæki vill ná, hvaða verkefni á að fara í og í hvaða röð og svo hvernig verkefnin eru framkvæmd. Og þetta er bara svona rauði þráðurinn heilt yfir þegar farið er í þessa vegferð. Og ég ætla aðeins núna eftir að kafa dýpra í hvert skref. Ef við byrjum bara aðeins á fyrsta punktunum sem ég nefndi, það er að móta þessa stafrænu stefnu. Og ég set stafræna í sviga af því að sumir eru á móti því að það sé til eitthvað sérstök stafræn stefna fyrir fyrirtæki. Að það sé bara það að fara yfir í einhvers konar stafræna þróun sé bara hluti af stefnu fyrirtækisins og það er bara líka allt í góðu. Bara svo lengi sem að stefna fyrirtækisins sé í takt við ört vaxandi tækniumhverfi, þá skiptir rauninni ekki máli hvort þetta sé stafræn stefna eða bara stefna heilt yfir. Það er hins vegar mörg fyrirtæki sem hafa ekki lagt af stað í þessa vegferð og getur bara verið margvíslegar ástæður fyrir því hvers vegna þau hafa ekki hafið það. En reynslan hefur samt sýnt okkur að þau fyrirtæki sem að taka þetta föstum tökum og hafa náð að hlaupa hraðar, fara hraðar af stað í sína vegferð með mjög góðum árangri. Þannig að þetta er svona fyrsta skrefið. Þú þarft að vita hvert þú ert að stefna. Og stefnan er yfirleitt svona aðeins fram í tíman. Kannski svona að fínt að miða við kannski hvar ætlar fyrirtæki mitt að vera eftir 5 ár eða eitthvað slíkt. Nú þegar stefnan er komin, þá skiptir rosa miklu máli að skilgreina markmið. Stefnan er svolítið svona sýnin sem ég hef fyrirtækið og markmiðin er svolítið hvaða skrefum ætla ég að ná til að uppfylla stefnuna. Skiptir óbúslega miklu máli að skilgreina hvers vegna fyrirtækið er að fara í þessa vegferð og hvaða markmiðum þið viljið ná. Það er til að setja skammtímamarkmið og langtímamarkmið og markmiðin hjálpa alveg gríðarlega mikið þegar kemur að því að forgangsraða verkefnum. Og markmið er yfirleitt þannig að þau eru mælanleg, þetta er ekki huglagt mat, heldur þarf að vera hægt að setja sér upp eitthvað markmið sem hægt er að ná. Þetta er bara eins og í öllu, þið vitið, þegar maður setur sér markmið, hvernig ætlar að ná þeim. Þegar þú ert búin að setja þér markmið, þá er oft gott að lista upp verkefni og fyrirtæki eiga oft bara hrúga verkefnum sem að þeim langar að fara í á einum tímapunkti eða öðrum og þá er oft gott bara að setja niður á blað öll verkefni sem að fyrirtæki veit að það langar að ráðast í. Síðan kannski er hægt að spyrja sortira hvort að verkefnið sem er á listanum tengist markmiðum og stefnu fyrirtækisins og forgangsraða kannski mögulega út frá því. En til viðbótar við það að setja öll verkefni á blað sem að fyrirtæki langar að fara í á einum tímapunkti eða öðrum, að þá er líka aðeins hægt að horfa í kringum sig og greina tækifæri. Og hvað eru til dæmis innlendir samkeppnisaðilar að gera? Hvað eru erlendir og innlendir aðilar og svipari vegferð og fyrirtæki þitt að gera? Hvaða tækninýjungar eru í boði og svo framvegis og með þessari greiningavinnu að bæta verkefnum á þennan verkefnalista. Þegar að verkefnalistin er komin, þá er hægt að byrja forgangsraðanum. Og það skiptir miklu máli að þegar við forgangsröðum verkefnum og það styðji við þessa stefnu fyrirtækisins sem settum okkur áðan, en við ráðleggjum líka fólki að setja sér ákveðna mælikvarða þegar kemur að því að forgangsraða og ekki í svona huglægum þáttum eins og vill oft verða, heldur í svona mælanlegum þáttum.
og þetta til dæmis getur verið eins og tæknilegu fýsileiki, ávinningur, kostnaður, umfang til hversu margar viðskiptavina snertir þessi lausn eða þessi vara og svo framvegis þegar verið að gefa verkefnum einkunn. Aðeins þannig hægt að fara í réttu verkefnin á réttum tíma, eða það allan okkar reynsla og okkar trú. Þá kemur að framkvæmd verkefna. Það búið að ákveða í hvaða verkefni á að ráðast og hvenær á að ráðast í þau og þá hvernig á að framkvæma þau. Og ég hugsa að ég gæti haft annan svona fyrirlestur bara framkvæmd stafrænna verkefna, en ég ætla ekki að gera það akkurat núna. Heldur ætla ég bara að segja við ykkur að það hægt að nýta alls konar verkefna fyrirkomulag og það hægt að vinna svona verkefni á margan hátt og það kostur og gallar við alla leiðir. Og ég myndi bara segja, en verkefni sem hafa skýrt stjórnfyrirkomulag og fyrirfram skilgreint verkefnafyrirkomulag ganga og bara eiginlega undantekningarlaust hraðar og betur fyrir sig en önnur verkefni. Þau ná yfirleitt að halda kostnaðaráætlun, þau ná yfirleitt að halda tímaáætlun, þannig að það að fjárfesta í góðri verkefnastjórnun eða svona afmörkuðu teymi, það virkar rosalega vel. En ef við tekjum þetta aðeins saman af því að það oft gott að fá bara svona dæmi hvað ég að tala og þá við förum aðeins bara yfir stefnuna og ég seti Júní hérna inn af því að ég starfa hjá Júní. Júní setur sér stefnu fyrirtækið og hvert það ætlar á næstu árum með tilliti til stafrænnar þróunar. Og þetta getur til dæmis verið bara dæmi eins og Júní ætlar að veita framúrskarandi þjónustu til allra einstaklinga á Íslandi hvar og hvenær sem er. Þetta svona kannski stefnan. Síðan eru þau markmiðin, þá setjum við okkur markmið til skemmri tíma sem styðja við þessa stefnu sem við höfum sett okkur. Og þetta getur til dæmis verið Júní ætlar óháð búsetu að þjónusta alla viðskiptavini eða alla einstaklinga. Þau ætla að vinna ánægjuvogina 2023 og við ætlum að sjálfvirknivæða 2 mikilvægustu ferðlan okkar á næstu 12 mánuði. Þá eru þau komin með svona markmið sem þarf að vinna að. Síðan koma verkefnin, þá myndum við útbúa lista sem innihalda öll útistandandi verkefni eða ferla fyrirtækisins og óháð mikilvægi en sem styðja vissulega við markmiðin. Og þarna getur verið að við myndum fara og setja bara öll verkefni niður á blað, horfa sín í kringum okkur, athuga hvað innlendur og erlendur aðilar eru að gera, bæta verkefnum á listan og þá eru við komið með svona heildarverkefnalista. Þá myndum við fara í forgangsröðun og þá myndum við setja hérna upp listan út frá þeim markmiðin sem við höfum sett okkur. Þá myndum við byrja að skoða tæknilega fýsileika, kostnað, ávinning, umfang og bara þá þætti sem á við. Síðan kemur að framkvæmdinni og þá ákveðum við út frá settum markmiðum og það getur verið önnur markmið. Það getur verið til dæmis hversu hratt liggur mér á að koma vöruna á markað. Hef ég 18 mánuði til að búa til þessa vöru eða er time to market bara 10 vikur eða 5 vikur jafnvel. Þannig að ég þarf svolítið að sníða mig stakk eftir vexti. Og líka hef ég 10 milljónir í þetta verkefni eða 150 milljónir í þetta verkefni. Þannig að ég myndi segja að þetta allt svona mælikvarðar sem að skipta máli þegar verið að velja í hvaða verkefni á að ráðast í. En ég vona að þetta hafi svarað svona nokkrum spurningum allavega, en ég ætla líka aðeins að fara í smá hugleiðingar með ykkur af því að fólk oft svona aðeins að veltast, hvað þýðir stafræn umbreyting? Er þetta bara eitthvað risastór verkefni sem að fjármálastofnanir eða tryggingafélög eru í eða hvað er þetta? Og stafræn verkefni geta verið bara allt frá því að fyrirtæki er að skipta út grunnkerfunum hjá sér sem er rosalega tæknilegt og oft á tíðum þungt verkefni eða fyrirtæki eru að þurfa að uppfæra tæknihöguna sinna, eru kannski að vinna með gamlan tæknistakk sem að býður ekki upp á það að fara að hlaupa hratt og fara í einhverja stafræna vegferð þar sem byggja einhverja svona stafræna lausnir og nokkuð gamlan stakk. Þannig að kannski þarf að byrja á því að færa tæknina yfir í einhver svona nútímalegt horf. Þetta geta líka bara verið vörur eins og bara innlega snjallmenni eða netspjall inn á heimasíðurnar ykkar. Svo eru náttúrulega allar sjálfsafgreiðslulausnir, dæmi þetta náttúrulega Stafrænt Ísland og hið opinbera sem í gríðarlegu umbreytingaverkefni núna að færa alla sína þjónustu yfir á stafrænt form, óbærslega áhugavert og flott verkefni. Og síðan er þetta líka bara ný vefsíða, app, mitt svæði, einhverja lausnir, einhver þjónustur, einhver dreifileið sem á að þjónusta viðskiptavinni betur og svo framvegis og ég geti haldið áfram að telja upp hvaða verkefni þetta eru. Þetta er bara svona aðeins til að gefa ykkur smá innsýn inn í þessi verkefni.
aðeins kannski út í svona tæknilegra, fyrir þá sem hafa áhuga á því, að þá skiptir líka með miklu máli þegar þið fara af stað í þessa vegferð að hafa samræmi í tæknistakk. Það rosalega dýrt fyrir fyrirtæki ef þau eru svolítið að vaða úr einu kerfi í annað og það ekki samræmi í tæknihuguninni. Veldu kerfi sem að hendar. Við segjum alltaf sko, þú ert að velja kerfi sem að hendar þér en ekki aðlega þína starfsemi með einhverju keyptu kerfi. Það einn punktur. Nýttu lausnir sem eru til. Það til fullt af lausnum. Það bara örugglega búið að finna upp fullt af lausnum sem að leysa alls konar vandamáli eða búið til alls konar tækifæri og svo framvegis. Það þarf ekki alltaf að fara út í einhverja sérsmiði því það getur bara verið dýrt. Það getur verið dýrt í rekstri og viðhaldi og svo framvegis. En stundum það líka kostur að fara í sérsmiði. Þannig að svolítið svona veg og meta hvað þarf. Forðist kerfi sem lofar öllu. Þetta svona, það ekki til eitthvað kerfi sem á að leysa allt. Reynir frekar að finna kerfi sem að gerir eitthvað eitt rosalega vel og svo bara eitthvað annað kerfi sem gerir eitthvað svona smíða þetta saman. Og svo bara fáðu álit til sérfræðingum. Það alveg, ég held að sé alveg kýrskýrt að það fyrirtæki sem eru lítilega meðalstór og eru kannski ekki með tækni aðila eða forritara eða svona tæknimennta fólk í starfi hjá sér að fáðu bara ráðgjöf eða talaðu við sérfræðinga eða fáðu álit og fáðu bara aðstoð eða vantar, veist ekki alveg hvað þú átt að byrja. Aðri lykilpunktar að notendavænar lausnir. Það eitt að fara af stað og búa til eitthvað lausn. Það annað að notandinn vilji nota lausnin sem þú býr til. Og við brennum fyrir það að búa til notendavænar lausnir, það að skapa virði fyrir viðskiptavinin. Þannig að þegar þið farið af stað, verið viss það að það sem þið eru að gera sé eitthvað sem að notandinn vill og mun nýta sér. Og þannig fáið þið auka samkeppnisforskot fyrir aðra aðila á markaðnum. Settu þið skýr markmið og eitthvað sem alveg garanterað þegar þið fara af stað í þessa vegferð að eitthvað mun breytast. Það kemur eitthvað upp eða það kemur eitthvað ný áskorun eða eitthvað ekki hægt og svo framvegis og þá bara vera lausnamiðaður og finna leið fram hjá því. Aðlaga hlutina og bara halda áfram. Og svo bara fæ ég ekki nóg því að segja að góð verkefnastjórnun það sem að skiptir gríðarlega miklu máli og mun hjálpa ykkur að koma nýjum vörum og lausnum á markaðinn. En ég í rauninni búin með mitt efni og ég sé það ekki komin neina spurningar. Þá ætlum við bara að enda þetta í dag, en ég hvet ykkur samt, ef þið eru með spurningar eða ef ykkur langar að vita eitthvað meira, þá velkomið að hafa samband, bæði við okkur hjá Júní, en líka bara við Stafræna Hæfniklassan og bara, eins og ég segi, takk kærlega fyrir mig og eigið þið frábæran dag.